Drífa, þið hérna á Grillakot með sérstakt verkefni sem heitir Söguskjóða. Í hverju felst það? Heyrðu, við sóttum styrk til þróunarsjóðs innflytjenda. Við erum með börn af erlendum uppruna, það eru 7 þjóðerni í skólanum og 26% eru af erlendum uppruna. Þannig að við erum búin að setja okkur fjölmenningastefnu fyrir 2 árum og höfum verið svolítið upptekin af því að innleiða hana. Helga Björk Möller, sérfræðingur á fræðslusviði, fór til Hollands og kynnti sér Story 6 eða söguskjóður og okkur fannst tilvalið að prófa þetta í skólanum í okkur. Þetta er svona foreldraverkefni og hugmyndafræðin er þannig að fá sem flesta foreldra bara inn í vinnu að búa til söguskjóður og einmitt að fá sem flest þjóðerni með til þess að koma kannski svona önnur mynd á pókana heldur en bara ef það væri við sjálf kennararnir að búa það til. Við fengum styrk frá, eins og ég segi, þróunarsjóði innflytjenda og við náðum að keyra þetta verkefni 2 sinnum í gegn. Núna á voruninni voru 13 foreldrar og 20 börn í barnapössun hjá okkur. Þannig að styrkurinn fór að mestu leyti svona í að borga starfsfólki fyrir barnapössun og í svona efni sem fer í pókana. En vinnan er bara sjálfboðavinna foreldra sem er bara frábært hjá þeim. En pókarnir og sögurnar sjálfar, segðu okkur frá því. Já, þetta byggist þannig að foreldrarnir skipta sér í hópa og núna síðasta voru 20 foreldrar í seinni hlutanum sem tóku þátt. Þannig að við gátum búið til 4 póka og foreldrarnir velja sér bók í sameiningu og það er skemmtilegt að bókin hafi kannski eitthvað svona sérstakt gildi eða innihald sem að kennir okkur kannski eitthvað samskipti eða eitthvað sem okkur finnst mikilvægt að taka inn í skólastarfi. Nú, svo byrjað að hanna pókana og það er ákveðið hver verður sögu hetjar pókans og pókin skreyttur með henni og svo er svona ákveðið form á pókana þannig að það eru svona 4-5 verkefni í hverjum póka. Og þetta getur verið spil, púsluspil, brúður, eitthvað bara sem foreldrar dettur í hug að væri skemmtilegt að nýta í starfinu. Eitthvað svona áþreifanlegt líka, þannig að þau fá þetta í gegnum leikinn líka. Og síðan er sagan lesin á disk sem að fylgja með, þannig að þeir foreldrar sem ekki lesa íslensku geta hlustað á hana með börnunum og þannig unnið með bókina heima, af því að markmiðið er síðan að pókarnir fari í heimsókn til barnanna og eru þar í viku í senn og þau bara njóta þess að spila og leika með pókana með foreldrar sínum þessa viku. Og hvernig metur árangurinn? Fyrir pókarnir eru farnir í gang af því að þetta voru 3 pókar þá sem að fóru á stað og foreldrar eru bara óbúslega ánægðir með þetta. Fólk skráir sig bara hverju vilja fá pókana og fá það eins og ég segi viku senn og svo skrifa þau svona pínu mat á því hvernig þið fannst og ég get ekki séð neitt annað en bara jákvætt og mjög skemmtilegt námstæki og bara til að hafa eitthvað skemmtilegt að gera heima og tengja við skólann. Og er það ekki bara stórkostlega íslensku kennsla? Jú, ekki síður, af því að eins og ég segi, þetta eru 7 tungumál sem eru töluð í skólanum og mikilvægt að við svona finnum okkur eitthvað sameiginlegt tungumál og í gegnum þennan leikinn og vinna með bækur og vinna saman, þá einmitt eru bara foreldrarnir að koma inn í skólan sem er líka svo jákvætt að þeir bara finna þeir eru velkomnir. Hvernig hefur þér gengið í verkefninu? Já, það var bara gaman. Við vorum bara allir vinna saman. Við vorum bara ákveða hvað við viljum að gera og bara skipuleggja hver vil gera hvað. Já. Og bara vinna og hafa gaman. Og þér finnst skemmtilegt? Það var mjög skemmtilegt, sko. Þú veist, ég læra íslensku, ég læra mikið. Mikið nýja orð og... Er þetta góð aðferð til að læra? Já. Tungumál? Já. Það er bara, allt er mjög góður til að læra, til að bara vera með fólk og æfa sig. Söguskjóðurnar eru samvinnuverkefni milli skólana hér hjá Dalvíkurbyggð. Það er Grillakot og svo Kátakot og grunnskólinn, yngsta stigið. Og það má svona kannski segja það að fræðslu sviðið hefur lagt mikla áherslu á að samvinnu milli skólastigana og einmitt varðandi fjölmenninguna og þessa fjölmenningastefnu sem var útbúin fyrir sveitarfélagið.